Renault riðið á vaðið og komið fyrsta plug-in hybrid bílinn. En það Renault Captur sem hefur getið sér gott orð á Íslandi til margir ára. Þetta einn mest seldi bílinn hjá Renault og á síðasta ári þá fóruður í yfir 200.000 bíla selda af Renault Captur. Þannig að þessi bíl, hann hefur verið að gera mjög gott fyrir Renault. Nú við erum hérna á Renault Captur, plug-in hybrid, og við horfum hérna inn í skottið á honum. Þið sjáum að skottlokki opnast mjög vel. Það lýsing hérna sem gerir það verkum að maður ekki alveg blindur hérna þegar maður opnar bílinn í myrkri. Og það lýsing hérna inn í skottinu. Þetta 536 litra skott. Það hægt að fella niður sætin, það hægt að draga þau fram og aftur á sleðum, það hægt að draga þau fram og aftur 16 cm og það hægt að fella þau niður 40-60 og við höfum þá mun meira pláss í bílnum fyrir vikið. Nú, það alveg slétt hérna, sem sagt hleðslugólfið við hérna þannig karminn hérna aftur í, og ef við lyftum hérna upp og þá sjáum við að það búið að gera smá pláss hérna fyrir það svona viðgerðarbúnaður hérna, sem sagt pump í dekkin og svo kapallinn hérna sem að rýrir skottplássið með við gamla bílinn. Þegar í eldri bílnum þá var meira pláss hérna og dýpra ofan í skottið, og ég ekki að segja að það sé neitt betra þegar það vant að hlaða ofan í skottið, en hérna hérna erum við með gólfið slétt við karminn. Þá erum við komið hérna aftur í Renault Captur plug-in hybrid. Það vantar ekkert upp á plassi hérna aftur í þessum svona frekar litla sportjepling, ef svo má orðið komast. Þetta náttúrulega ekkert öðruvísi bíll heldur en Renault Clio, hann bara tossaður upp af þeirri grind. Og það sem mér finnst gott við að vera hérna aftur í að sætin hérna, framsætin eru há og það hægt að setja fæturnar hérna undir og þau eru náttúrulega hægt að hækka og lækka líka framsætin. Skemmtilegir hérna svona pokar hérna fyrir stöffið hjá krökkunum. Það eru 2 USB-tengi hérna til þess að hlaða iPadana fyrir krakkana á lengri ferðum, og svo 12 volta hérna, og það bara þræl gott að sitja hérna, og það hægt að færa sætin, þau eru á sleðum hérna, aftursætin, þannig að það hægt að stækka skottplássi svolítið eftir hvað eru stóri einstaklingar sem sita í bílnum hverju sinni. Og ekki nóg með það, þetta alveg frábært pláss hérna fyrir 2 fullorðna, og ég tala nú ekki að þetta væru krakkar hérna aftur í. Þetta myndi henta sem prýðilegu fjölskyldubíll, þessi bíll. Og bæði hentur í borgarakstur og akstur í strjálbíli til þess að fara í ferðalög. Það náttúrulega kannski ekkert mjög mikið pláss í sambandi við farangúsrými hérna aftur í, en þetta samt mjög plássgóður lítill sportjaflingur. Mér hefur alltaf fundist mun skemmtilegra að sitja bara inn í bílnum og keyra hann og fíla það, heldur en að vera að opna vélarrúmið. En ofan í þessum bíl eru 2 mótorar, annar bensín og hinn rafmagn. Við erum með rafhlöðu sem með alltaf 9,8 kWh til þess að aka á, sem gefur 65 km dragi. Og þegar þessir hérna 2 mótorar vinna saman, þá gefa þeir 160 hestöfl allt í allt, og þá segja þeir að bíllinn sé að eyða svona 1,5 lítra á 100. Þetta allt úr bæklingunum. Ég myndi ætla það að svona bíll væri að eyða talsvert meiru af rafmagni í umferðinni hérna á Íslandi heldur en gefið þeir upp, en samt ekkert mjög langt frá því. Kolefnisútblásturinn eitthvað 34 grömm á hverju 100 km, sem ekki mikið, og togið í vélinni langt yfir 300 newtonmetrar, þannig að það bara ansi gaman að stíga orkugjöfuna á þessum bíl. Hann alveg tekur við sér. Þannig að hér onni erum við með mjög hagkvæma kost fyrir þá sem að vilja og þurfa að keyra mikið í blönduðum akstri. Þá geta þeir keyrt á rafmagninu einu saman í
í til dæmis borgarakstrinum og nýtt sér svo rafmagnið og bensínið í lengri ferðum sem að geri þá bílinn bæði ódýran í rekstri og það tiltölulega auðvelt að hlaða í borginni og heima hjá þér til dæmis getur stungið honum í samband og þá ertu kannski eftir hvernig plögg þú ert með í til dæmis fyrir utan húsið hjá þér eða í bílskúrnum og kannski 34 tíma hlaðan með venjulegum hleðsluklappli en þú ert talsvert styttri tíma ef þú ferð í hraðhleðslustöð. Þá erum við sestir inn hérna. Hvernig fíla ég þetta? Það rafdrifið framsætið hérna fram og tilbaka, maður getur aðeins fikta hérna í þessu, fært þetta upp og niður og fram og tilbaka. Hérna erum við með svona, hvað ég var að segja, gírhnúð og ég er bara búinn að setja hann í D og ætla bara að fara af stað og hérna í mælaborðinu það er svolítið flott að sjá sko að núna til dæmis vélin, hún er að framleiða straum fyrir batterið, maður sér svona og svo þegar maður ekkur á stað þá sér maður að það fer núna straumur af batteríun út í hjólinn þannig að maður sér svona hringrásina það pínum að horfa á það í mælaborðinu hvernig maður er að nýta orkuna og það er frábært að keyra þetta er mjúkt og mjúkur og skemmtilegur akstur maður finnur strax fyrir því að þetta er mjög solid það er mjög gott að aka bílnum hann tekur ágætlega við sér þegar maður stígur á orkugjöfina og vistu það, ég get alveg hugsað mér að konan gæfi mér svona í jólagjöf það er að koma jól í næsta mánuði og ég væri bara alveg til í að fá eitt svona það fer ágætlega mig hérna fram í þó svo að ég sé mikið fyrir það að hafa gott pláss hérna fyrir fæturna mína þegar þeir eru svolítið langir að þá er þetta bara alveg ljómandi ég er alveg að fíla þetta og það er algjörlega svona stiglaus akstur finnur ekki fyrir neitt í skiptingu eða neitt svoleiðis kemur smá vélahljóð þegar maður gefur inn að sjálfsögðu það eru sem sagt tveir mótorar það er bæði rafmagnsmótor og bensínmótor og hvernig liggur hann þetta er alveg ágætt sko hann liggur bara alveg prýðilega þetta er lítill bíl þetta er ekki neitt stór bíl og hann er ekki svagur en hann er svona mátulega stífur finnst mér þegar maður tekur á honum svona bara beygjur í hérna eins og í hringtorkinu og það er á þessum bíl er hægt að stilla stýrið eftir því að maður getur stillt það og hérna þá er stýrið annað léttara eða aðeins þyngra eftir hvaða akstursmáta maður er að sækjast eftir til dæmis í sportstillingunni þá er stýrið aðeins stífara, það er þyngra og heldur en í þessari normal eða venjulegu stillingu og svona heilt yfir þá er mjög gott að aka þessum bíl hann er bara mjög góður hérna á Vesturlandsveginum það er smá svona skrið í beygjunum þetta er eins og ég segi, þetta er frekar lítill bíll og þetta er engin sportari eða neitt slíkt hann stendur frekar hátt á veginum og hann er líka pínlítið hestur ég bara verð að segja eins og að við fórum yfir hraðahendurinn áðan og hann sló svolítið vel upp í það getur vel verið að sé eitthvað mikið í dekkjunum eða eitthvað svoleiðis en að öðru leyti er bíllinn bara mjög þægilegur í akstri það er gott að keyra hann nú það er allt í þessum litla bíl við erum að tala blindtornaviðvörun það er skynvættur hraðastillir og það er akreiningarstýring á honum og akreiningarvari
allt þetta sem að bara er orðið í öllum bílum í dag og við þurfum ekkert að fjölyrða það. En það sem að okkur langar til þess að segja ykkur frá er fyrst og fremst hvernig er að keyra bílinn og okkur finnst bílinn mjög skemmtilegur í akstri. Þetta er, eins og við sögðum á hann, bíl sem er byggður á sama grunni og Renault Clio og flest allir bílaframleiðendur eru farnir að tosa sína smæstu bíla upp og gera það á svokallum jepplingum eða sportjepplingum eða ég veit ekki hvað við eigum að kalla þetta á íslensku. Við köllum þetta crossover eða litla SUV bíla á enskunni. Og allt í þessu hérna er til fyrirmyndar. Það er alveg frábært hvernig Frakkinn hannar sína bíla og Renault er fremstur í flokki þar ásamt löndum sínum eins og Peugeot og Citroën. Nema það að hérna erum við með allt stafrænt í einhverjum 10 tommu skjá hérna og hérna er síðan upplýsinga eða markmiðlunarskjárinn líka, tæpar 10 tommur. Hann er svolítið hátt uppi hérna svona eins og það hafi verið skellt einum svona eitt stykki iPad hérna ofan í mælaborðið og þetta verður pínu svona eins og það sé fyrir hérna. Skjárinn sé fyrir þessu en spurning hvort að hefði mátt hafa hann þversum og láta hann vera liggjandi svona hérna yfir mælaborðið. En það er hægt að stýra öllu því helsta hérna í gegnum knappa í stýrinu. Þá erum við að tala hérna hraðastillinn og svari síman og útvarpið og öll aksturskerfin í bílnum. Og svo ef við förum hérna aðeins í markmiðlunarkerfið þar sem við getum stilt bílinn eftir því hvernig við viljum eyða rafmagninu. Þar voru akstursmótin og já, hérna eru við komin í akstursmótið. Ef við stillum hann í sport þá breytist hérna mælaborðið til dæmis og hann verður allt öðruvísi í akstri. Hann verður sneggri þegar maður stígur á bensíngjöfuna og hann er allt öðruvísi í stýrinu. Hann er þyngri í stýrinu og svona sportlegri. Nú, það er síðan hægt að stilla þennan akstursmáta eins og við viljum hafa hann með því að við getum stillt hérna hvernig vélinn tekur við sig þegar við stígum á orkugjöfuna, stýrið og lýsingin, hvað við viljum hafa af stemningsljósum hérna hjá okkur. Það er orðin alveg gríðarleg tíska í dag að geta stillt hvernig maður vill hafa lýsinguna í bílnum hvort hún á að vera blá eða rauð og það er hægt að stilla þess að vera í svokallari pure-stillingu þar sem hún bara keyra á rafmagninu, sport eða þá þessari MySense þar sem að þú raða saman eiginleikum bílsins eins og þér hugnast að hafa hann þegar þú ert að keyra mjög þægilegt ef þú ert að fara út á land þá getur þú keyrt hann kannski í sport og þetta í bænum kannski pure og svo MySense þar á millið eitthvað slíkt. Síðan er þetta að ýta hérna á eins og hérna eSafe og þá ertu með sparnaðarstillingu á batteríinu og það er þetta að resetta þá það mót aftur ef maður vill slökkva á því. En allavega sportmótin er núna resettaður og þú veist, það er talsverður munur á að keyra bílinn í þessu kerfi heldur bara til dæmis þessu MySense þar sem hann er ekki stilltur í sportstillingu. Þannig að það er ýmislegt hægt að gera. Þetta er skemmtilegur bíll